Velkomin Hildur og til hamingju með þetta traust sigur í sýnt. Takk fyrir. Glæsilegan sigur í prófkjörinu og nú ertu með mikla ábyrgð á herðunum. Já, sannarlega. Hvernig fær maður kraft í þetta? Maður sækir auðvitað bara kraftin í ástríðuna fyrir verkefninu og ég er allavega þeirra skoðunar að maður bjóði sér nú allavega fram í svona verkefni ef maður brenni fyrir því sem að það snýr að og það eru auðvitað borgin okkar og ég brenn fyrir það að bara bæta þessa borg og bæta lífið fyrir fólki í borginni. Er þessi ástríða búin að fylgja frá þú komst hérna heim? Frá því ég fæddist? Já, ég hef alltaf verið svona rosalega ákveðin að bæta umhverfið mitt, rosalega fljóta að taka eftir því sem að mér finnst betur með að fara í mínu umhverfi og sína áhuga á því að vilja laga það. Ég hef alltaf verið svona. Hvaðan kemur þetta? Ég veit það ekki. Ég hafi ekki verið bara eitthvað svona lítil húsfrú frá því ég fæddist sko og svo fer ég var alltaf mikið í félagsstörfum, sótti mikið í félagsstörfum, alltaf að bjóða mig fram til einhverja starfa og svo fer ég í stúdentapólitík í háskólanum og þar finn ég alveg bara þessa ástríðu fyrir svona pólitík. Er það tilfinning? Er það köllun? Já, ætli það ekki. Mér finnst að svona, já, eins og mín köllun jafnvel, sé að bara bæta umhverfið mitt, að vinna fyrir fólk. Mér langaði að vinna fyrir fólk og mér finnst þetta svona besti vettvangurinn til þess sem ég hef fundið hingað til og ég finn alveg bara eldin brenna innra með mér þegar ég er að tala um þessi mál og vinna að þeim. Þetta hlýtur að gefa alveg heilmikinn tilgang. Já, þannig að gerir það og ég fann svo mikið tilgang þegar ég var í stúdentapólitík. Jafnvel þó að við værum ofta berjast fyrir einhverjum svona frekar tilgangslausum málum þegar maður hugsa tilbaka sko. Já, þetta er jafn stórt. Nei, þetta var rosa stórt á þeim tíma. Miðpunktur heimsins. Já, og svo liðu þarna kannski 8 ár eða svo frá þeim tíma þar til ég fer í pólitíkina eða 10 ár eða hvað og ég var alltaf að leita að þessu, að finna fyrir þessum tilgangi innra með mér og ég fann hann aftur þegar ég fer síðan í borgina. Var það ekki góð tilfinning? Rosalega góð tilfinning. Að finna maður sé einhvern veginn á réttri hillu, maður sé gera það sem maður svona brennur fyrir og finnst maður eiga að vera að gera. Sumir segja að tilgangur verði svona grundvöldlega sem stuðla hamingju hjá manni? Já, ég get bara vel trú á því. Ég er alltaf mjög hamingjusöm í starfi og mér líður ekki eins og ég sé í vinnunni þegar ég er í vinnunni, skilurðu. Eins og lífstíl? Já, einhvern veginn og þetta er auðvitað ekki þannig starf að maður mæti að morgni klukkan 9 og ljúki starfinu klukkan 5, þetta er ekki stimpilklukku vinna. Þetta er í rauninni, má segja að starf borgarfulltrúan sé einhvern veginn þannig að fundir eru svona 20% af starfinu en restin er bara að hitta fólk og hitta fyrirtæki og að vera í samskiptum við fjölmiðla, að stuðla að pólitískri umræðu, að mæti viðtöl. Það er starf stjórnmálamannsins að langmestu leyti og það er líka ótrúlega skemmtilegt. Hvaðan kemur þetta hugrekki sem er í þér? Já, einmitt. Það er áberandi þáttur þín fari. Já, ætli það ekki. Ég held ég hafi alltaf verið þannig og það þýðir ekki, ég sé ekki alveg logandi hrætt innra með mér en ég skora sjálfa mig alltaf á hólm. Þannig að þú átt svona innra samtali við þess að þú stillir af þessa tilfinningu. Já, ég alltaf í innra samtali við sjálfa mig og stekk út í djúpulögina þó ég sé logandi hrætt að því að örugglega sárasta tilfinning sem ég þekki er eftirsjá. Já. Hefur þú prófað hana? Já, þó ég muni ekkert endilega kannski eitthvað sérstök dæmi en mér finnst eftirsjá rosalega sár þannig að ég vil síður lifa í eftirsjá og ég vil eftirsjá eftir því að ég hafi ekki gert eitthvað og ég vil frekar taka stökkið og prófa og geta hugsað að ég var allavega látið á hlutina að reyna. Þú til að segja svolítið skemmtilegan hátt, ég vil frekar reyna á ferðalagi hendur þá áfangastæðunum verið ekki eins og ég ætlaði, skilur. Einmitt. Að ég fór þú allan á stað. Akkurat og sko maður heldur oft á staði í eitthvað ferðalag og heldur að áfangastæðurinn verði einhver en hann verður svo eitthvað allt annar því að lífið er auðvitað bara hlykkjótt og alls konar og alls ekki línulegt. Þannig að ég finn lífsorku, ég finn mikið hugrekki. Þú hlýtur að hafa áhuga á fólki? Ég hef rosalega mikinn áhuga á fólki og til að mynda ef ég væri bara spurð hvaða sjónvarpsefni mér finnst skemmtilegast þá er það bara svona mannlífsþættir sem snúast fólk. Og viðtalsþættir og svoleiðis þannig að ég er bara mjög mikinn áhuga á fólki og ég sæki mikla orku úr því að umgangast fólk. Eitt þáttur sem ég upplifi líka í þínum fari, það er einlægni. Já. Fólk leggur svo sem mismandi skilgreiningu í það orð en sá dómur minn leggur í því að ég hlustaði á mjög áhrifaríkt viðtal við þar sem þú varst að gera upp mjög áhrifarík og erfiða reynslu. Já. Það hlýtur að hafa haft mikinn áhrif sú reynsla sem eru veikindi hlýtur að hafa haft mikinn áhrif á þinn persónuþroska. Já, ætli það ekki. Ég greinist þarna með krabbamein fyrir tæpilega 6 árum síðan og það er ekki eitthvað sem maður á von á þegar maður er 30 og með nýfætt barn og allt hvað eina þannig að
En ég var mjög ákveðin og það er svo merkilegt að lendi í einhvers konar áfalli. Ég vissum að fleiri upplifa þetta sem lendi í einhvers konar áfalli að maður fær eitthvað að auka orku og maður bregst kannski öðruvísi við en maður hefði ímyndað sér. Og ég var alltaf staðráðin í að líta á þetta sem verkefni og staðráðin í því að ég geti algjörlega valið sjálf hvernig ég myndi bregðast við stöðunni sem upp var komin. Því það var ekkert sem ég get gert til að breyta henni á þeirri stundu, þessi staða var bara komin upp. En ég gat valið hvernig ég myndi bregðast við með mínum viðhorfum. Finnst þér úrvinnsla þín úr þessu mjög svo erfiða verkefni vera að styrkja þig núna? Já, ég hugsa það. Auðvitað ef maður verður fyrir mótlæti í starfinu þá hugsa maður, ég hef nú tekið stærri baráttur en þessa. Það er svona, já, það er svona ákveðið perspektíf eins og maður segir á vondur íslensku. Breytir viðhorfum hans? Það breytir viðhorfum hans, algjörlega og það er bara mjög gott. Og ég held að það hefði líka gert mig enn hugrakkari og gert mér enn meira grein fyrir hvað lífið er stutt og maður veit ekki hvenær það mun taka enda, ekkert okkar veita. Þannig að ég lifi mjög fyrir daginn í dag og ég lifi mjög fyrir að láta drauma mína rætast strax, ekki alltaf vera að bíða eftir að gera hlutina á næsta ári eða eftir 5 ár, heldur gera það strax. Er heldur fyrir veikind og eftir veikind breytt manneskja í merkingunni, er það sama manneskjan í grunninn eða er það? Já, einmitt. Ég hugsa að ég sé alveg sama manneskja. Ég sitji betri sjálfri mér og sé þeimun hugrakkari, þó ég hef nú alltaf verið svolítið hugrakk. En ég er ekki að bíða eftir neinu. Það að sitja sjálfur sér er svo áhugaverður staður og eftirsóknarverður staður. Finnst það að hjálpa þér þú verður fyrir persónuleg gagnrýni? Já, ég hugsa það. Ef maður er með hreina og góða samvisku og veit hver maður er sjálfur og svona, að þá hjálpar það. Það fylgir auðvitað mínu starfi að verða fyrir gagnrýni og maður verður að þola það. Og ég held að... Ertu búin að styrkjast í því? Það hefur alltaf verið góð í því? Ég hef styrst í því og ég man alveg eftir því ég byrjaði og fekk fyrsta skipti eitthvað skell eða eitthvað svona gagnrýni sem manni fannst ómagleg og vond að þá sárnaði mér það mjög meira en það myndi gera í dag. Það fór dýpra. Þannig að það var ekki eitthvað sem ég var vön. Ég var ekki vön að ég var svona alist upp eða vera alltaf duglega skynsama, samviskusama stelpan sko. Það þurfti ekki að miklu ágjörði. Já, einmitt, ég var allir ekki foreldrar mínum neinum ágjum og stóði mig alltaf þar sem Ertu viss? Ég var, já, einmitt. Það hafa kannski ágjör í dag? Já, það kannski aðalega var ég þeim í skapstór sko, en stóði mig alltaf á öllum vikstöðum. Já, einmitt. Þannig að ég var ekki vön að fá gagnrýni og þannig að það var smá viðbrigði. Það er svo áhugavert, en þú hefur samt náð að læra það og tilengar það að endurskoða sjálfa þig þrátt fyrir það að umhverfið hafi ekkert endilega verið að leiðbeinar og mikið þess þurfti bara ekki. Já, á hvaða hátt áttu þá við, endurskoða sjálfa mig? Já, ég bara að segja að allt fólk sem er að fara í gegnum svona flókin verkefni þú er alltaf að endurskoða sig. Já. Stundum þarf maður að leiðrétta sig og stundum gerir maður mistök og allt þetta, almennt tala ekki þig, en þú fæðst mér svo þennan ríkulega þátt. Já, mögulega. Ég er bara vonandi og við þurfum öll að geta endurskoðað okkur og svona lært af mistökum okkar auðvitað líka og lært af sárri og erfiðri reynslu og ég ætlaði mér alltaf að læra mjög af þessari reynslu og ég hef reyndar alltaf verið svolítið upptekin af svona ráðum frá eldra fólki. Já. Frá fólki sem hefur lokið kannski sinni starfsæfi og komið bara á efri ár alveg. Vítingar. Já, og hlusta á að því ég var að tala áðan tilfenguna eftirsjá og mér finnst það svo sárt líka bara að heyra af eftirsjá annara, ég alveg tek rosa inn á mig þegar fólk lýsir sinni eftirsjá og þegar að þessi hópur fólks lýsir eftirsjá sinni úr lífinu þá er það oft, snýr það oft að hvað lífið er stutt og ég hef átt að svona njóta þess meira að vera með börnunum mínum, ég hef átt að velja með starf sem ég var ánægður með, ég hef átt að taka stökkið, ég hef átt að vera hugrakkur, ég hef átt að trúa á mig og standa með mér og allt þetta og ég upplifði mjög sterkt að ég væri kannski að læra eitthvað 30 af þessari reynslu að átta mig á að lífið væri kannski að fara að taka enda hjá mér ég lærði það 30 sem að margir læra kannski áttræðir eða aldrei og ég er mjög upptekin af að því maður er líka fljótur að gleyma að ég er upptekin af því að rifja þetta reglulega upp með sjálfur mér hvað skiptir mig máli og þegar ég var hræddust á þessum tíma hvað var það sem að dvaldi með mér hvað var það sem ég var hræddust við að missa ef ég hefði mist lífið. Ertu ekki svolítið stolt að þér að ná þessu flottu sín? Jú, ég er það og ég lít sko ekki á mína sögu sem harmsögu heldur sigurvegara sögu og mér finnst við allt og oft heyra bara harmsögurnar þá sem veikjast
og ég held að skipti máli fyrir þá sem eru að veikjast í dag og eru að gangi gegnum veikindi í dag að heyra líka af sögum þeirra sem að hafa náð góðum bata. Ekki líka bara mikilvægt að því að við erum ekki að velta okkur upp úr hamsögunni, við erum að velta okkur upp úr fjalla sögu þessi manneskja nær miklum lífsárangri. Ekki líka bara gott að kjósendur viti það að fulltrúar okkar eru lífsreynt fólk? Jú, auðvitað þurfa kjósendur okkar að kynnast okkur sem personum og hver við erum og ég er auðvitað ung en ég hugsa að ég hafi reynt meira á minni 35 ára æfi heldur en margir jafnaldrar mínir. Ég er sannfærður það. Já. Og ég held að sé líka fyrir mig sem kjósanda þá er maður alltaf ekki bara að skoða hvað þið hefði fram að færa, maður líka svo hver þið eruð. Já. Hvað gerir þú til að næra lífsandan? Bara, ég kemur heim kl. 12, döðþreytt, ég veit þú verður hérna að vinna í kosningunum til framöndu nóttu. Já. Byrja snemma í fyrramálið. Já, ég fer beint, ef ég er að koma svona seint heim, þá fer ég beint inn í herbergi til allra barnanna minna og kissi þau, þau eru sofandi og segja þeim hvað með þykja vendum þau. Ég reyni auðvitað að sofa bara vel líka. Verður þið niður? Já, ég hef nú alveg verið heppin með það í þessari baráttu að ná að sofa. Ég hafði ágjör af því að það myndi kannski koma svo tími að ég myndi eiga erfitt með svefn en það hefur ekki verið vandamál sem betur fyrr. Þannig ég hef náð að sofa en það sem ég mætti gera meira og betur af er að forgangsraða í hreyfingu. Mér finnst gott að fara út að hlaupa og svona. Það er ekki tími núna? Nei, en það er eiginlega meira að ég gefi mér ekki tíman. Já, akkurat. Og það væri gott að vera duglegri að forgangsraða í þáu. En ég hef heyrt að þú lifir mjög heilbrigðu lífi. Já, ég svona auðvitað er engin öfgamannskja og mér finnst mjög gott að fá mér sætindi og alls konar svona en ég vil ekki missa heilsuna aftur. Þannig að ég reyni að hugsa vel mig og gera það sem er gott fyrir mig og það sem getur fyrirbyggt að ég veikist eitthvað tíman aftur. Þetta er ákveðin svona sjálfsumhyggja eða sjálfsást á fallega nótt? Já, ætli það ekki. Lestu bækur? Já, ég mætti gera meira af því. Ég er svona komin svolítið yfir hljóðbókina. Já, er það ekki að lesa? Jú, það er svona að lesa með eyrunum, ekki með augunum. Þannig að mér hefur fundist gott að lesa þegar ég er út að hlaupa eða þegar ég er út að ganga með hundin minn, að hafa þá bók í eyrunum eða þegar maður er að brjóta saman þvottinn eða hvað það er. Hvað er þetta að hlusta á? Ég er bara að hlusta á alls konar. Ég hef verið í bókaklúbbi, þar erum við ofta að hlusta á ævisögur eða skáldskap. Já, það reyndar átti að fara á stað mjög kröftugu bókaklúbbur og svo kom COVID og þá var þetta svona meira Zoom-fundir og svo leiðis. En ætlið þið þá að hittast og fjalla bókina? Já, og við höfum gert það. Og það tókuð ævisögur fyrir? Já, til dæmis. Forvitnin fólk? Já. Og mér finnst eiginlega ein bók sem við lásum þar sem er einmitt forvitni fólk svolítið og hún heitir The Choice eftir Edith Eger. Ég kenni hann upp í háskóla. Ég skal ekki undra, frábær bók og ég held að við höfum allar verið sammála að þetta veri besta bók sem við höfum lesið. Já, og þú skalt líka næstu bók eftir henni líka. Já. Þetta er frábær úrvinnslubók. Já, einmitt. Og mér fannst svo skemmtilegt að sjá og fyrir þá sem ekki hafa lesið hana þá snýr hún á konu sem að liði af útrýmingabúðir, nasista. Hittir nú meins að Dr. Mengele. Akkurat. Og The Choice í rauninni vísa til þess að hún er líka svolítið fjallum að maður getur valið sér lífsviðhorf. Og mér fannst svo skemmtilegt að lesa þessa bók í rauninni 5 árum eftir að ég veikist að því að hún lýsir svolítið svipuðum viðhorfum þó hún sé að fara í gegnum miklu meiri hremmingar heldur en ég er ekki að líka þessi saman. En viðhorfum sem að, öðruvísi hremmingar en svona samskona viðhorfum og ég valdi þegar ég fór í gegnum mitt áfall. Frábært. Við notum þessa bók til kennslu í sorgar og áfallameðferð og það er svo eitt sem er svo áhugavert við hana. Hún lýsir ævisögu stúlku yfir í gamalla konu og hún er í úrvinnslu allan tíman. Já, akkurat. Hún er ennþá að vinna í sínum málum frá síðustu blaðsi. Einmitt. Frábærlega valið bók hjá okkur. Já, hún var bara að sló alveg í gegn og ég mæli með henni við hvert sem er. Það er alltaf að lesa henni oftar en einu sinni. Já, ætli það ekki. Það er mjög einstaklega, ég þarf að lesa henni einhvern svona ári. Já, ætli ég þurfi ekki að rifja bara upp, setja hana í eyrað, næst ég fyrir að hlaupa. Hún er góð. Fleiri bækur? Þessi er svona bara mjög ofarlega á blaði hjá mér, annars bara stundum finnst mér líka bara gaman að lesa eitthvað sem reynir ekkert mikið á, bara svona spennusögur eða íslenska reyfara eða eitthvað svoleiðis. Já, aðeins til að dreifa hugann. Má það ekki líka alveg? Jú, það má bara alveg. Hefur þú húmor fyrir sjálfur mér? Já, ég hef húmor fyrir sjálfur mér. Ég ger það. Og hvað er svona hlægilegt við heldur? Rosalega margt. Ég er auðvitað stórfurðulegt eintak og ég á mann sem að stríði mig mikið og gerir mikið grína mér og ef ég hef ekki húmor fyrir sjálfur mér þá væri hjónabandið frekar erfitt. En væri ekki pólitíkin erfið líka þá? Jú, hún væri það líka. Ég held það. Maður verður að hafa húmor fyrir sjálfur sér, maður verður að geta tekið gagnrýni af því að persóna manns er til umfjöllunar og
og fjölmiðlar og svona oft ákveðin hluti almennings svolítið lítur stundum á stjórnmálamenn eins og við séum ekki persónur og leifir sér svolítið að tæta okkur í sundur og saman, þannig að maður verður bara að vera afslappaður yfir því. Nú ekki tímyndið mér að þú átt mann. Já. Sem heitir? Jón Skaftason. Nú ekki tímyndið mér að þið hafið orðið að þroskast til mikið saman bara í meðbyr og mótbyr. Já, ekki spurning. Góðir vinir? Já, við erum bara bestu vinir. Yndislegt. Og ég held að þegar ég til að mynda fyrir mín veikindi þá erum við ekki bara, það er nógu mikið álag á samband að vera með nýfætt barn og svo vorum við með aðra 2 ára og 1 6 ára, þannig að það er bara oft álag í samböndum að vera á þessu tímabili í lífinu með öll þessi litlu börn að fara líka gegnum þessi veikindi og ég á þessum tíma kynnist mörgum öðrum konum í samskonar sporum og margar þeirra skilja í kjölfarið af því að álagið er svo mikið. Já, en við vorum svo lánsum að okkar samband styrtist frekar við þetta allt saman, þannig að og bara gerir enn og maðurinn minn er mín helsta klappstýra í því sem ég geri og hefur eiginlega alltaf meiri trú á mér en ég sjálf. Yndislegt. Þannig að það er bara ómetanlegt. Og er það ekki bara mikilvægt ef maður á annað bór maka að vera með makan vel innstiltan þegar maður er komin í þessa framlínu sem þú ert núna? Jú, það er bara nauðsynlegt. Ég held að það sé ekki hægt að vera í þessu starfi og þessu hlutverki sem að ég er í og er að gefa kost á mér til að vera í öðruvísi en að makinn og fjölskyldan og baklandi sem með mann í liði. Annars er þetta örugglega mjög tætandi. Í svolítið forvitin, ertu ekki svolítið ánað með listaðinn? Jú, ég er mjög ánað með listan. Ég er mjög þakklátt kjósendum fyrir að hafa valið þennan frábæra lista af því að hann er svo fjölbreyttur og dýnamískur og þarna er svo mikið að merkilegu fólki. Ég er svo heppin að fengja að spjalla við ykkur flest núna eins og við erum að spjalla saman. Já, einmitt. Og þetta er svo ótrúlega mikið mannval á þessum lista. Hárrétt. Öllum aldri, þroskaða manneskjur, búin að ganga í meðbyr og mótbyr eins og við hinn, sigrar og ósigrar, rosa mikil ástríða. Algjörlega. Ég held að kjósendur okkar þurfa svolítið að kynnast þessu fólki. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að kjósendur kynnist þessu fólki og þau verða sannarlega ekki fyrir vonbrigðum. Og styrkur okkar liggur auðvitað í því að við erum ekki með einsleitan hópa fólki og Sjálfstæðisflokkurinn er ekki einstrengingslegur flokkur. Og við höfum þarna í prófkjöri stilt upp þessum fjölbreytta hópi á eins og segin breiðu aldurspili, góð kynja hlutföll, fólk bara með ólíkan bakgrunn og við náum svo vel að koma saman að borðinu og ræða mál sem að jafnvel fyrirfram við höldum að séu erfið í þessum hópi að ræða en alltaf náum við lendingu og það er bara svo gott að fá allir þessi ólíku sjónarmið af því að við vitum að samfélagið er svo fjölbreytt og fólki sem býr í þessu samfélagi er svo fjölbreytt og það þurfa ólíka raddir að koma að borðinu þegar stórar ákvarðanir eru teknar og þannig erum við samsett. Við endurspeglum mjög fjölbreytileikann í samfélaginu. Algjörlega, mér finnst það. Já. Og ég held að við sjaldan gert það eins vel eins og akkurat núna. Ég sammála því. Mjög fjölbreyttur hópur og fólk bara úr ólíkum geirum og við erum komið með bara mjög kröftuga raddir innan úr menningunni og innan úr veitingageiranum og íþróttarhreyfingunni og það er mjög svona fjölbreyttur og sterkur hópur. Og svo bara lífsreynslanum allir. Og svo er það lífsreynslan og persónuutan allar sem eru vandaðar og góðar. Mjög svo. Sammála. Þú lýsir miklu hugrekki og staðfestið það sem maður skynja frá þér. Ertu bjartsýn núna fyrir kosningarnar? Ég er nefnilega bjartsýnis manneskja að eðlisfæri. Ég trúi alltaf að allt muni fara vel. Litla stelpan, þú varst alltaf glöð og það var ekkert vandamál frá þér. Já, sko, ég hef alltaf allavega verið bjartsýn. Ég hef alltaf einhvern veginn horft fram á veginn og trúið að framtíðin verið björt og það muni ganga vel. Og ég er líka svo lítill örlega trúi. Ég trúi líka stundum bara að allt muni fara eins og það eigi að fara. Okay. Og að ég þurfi bara að taka niðurstöðunni, mæta örlögum mínum og mæta þeim verkefnum sem mér hafa verið falin. Hvað getur kannski nota hugtaki æðruleysi? Já, ætli ég sé ekki búin að temja mér svolítið æðruleysi en það er ekki þar með sagt að við erum núna í þessari kosningabaráttu og við ætlum okkur að ná meiri árangri en kannanir sína. Þannig að ég sýti auðvitað ekki einhvers staðar í rólegheitum og býð eftir örlögum mínum. Við erum að berjast og við erum full af baráttu anda og leggjum bara nótt við dag í þessa baráttu. Má ekki nota tilfinninguna þakklæti að fá þetta hlutskipti sem þú ert í núna? Jú, sannarlega og ekki síst vegna þess að það eru nú bara nokkri dagar síðan ég var formlega útskrifuð úr krabbameinsmeðferð. Wow. Já, og það er nefnilega þannig að maður er ekki útskrifaður fyrir nokkrum árum eftir að maður lýkur meðferðinni því að það er alltaf einhverju líkur og hlutinni komið aftur. Til hamingju með það. Takk fyrir. Og að það skildi gerast á sama tíma og ég býð mig fram til að vera borgarstjóri í Reykjavík er bara ótrúlegt. Ég klöknar smá við að segja það. Já, er það ekki bara notalegt? Jú. Það er bara eitthvað fegurðið því. Já, og ég trúk sér að skella. Það má. Já. Mér svo gaman og skildi minnast á sameiginlega vinkonu okkar Edith. Það er eitt sem er svo áhrifaríkt
í lok bókarinnar þá er hún búin að komast á þann stað að hún er búin að ná svo mikil sátt við allt fólk, bæði þá sem hafa gert mistök og jafnvel þá sem hafa verið meðandi og allt það, hún er bara það kom einhver svona fyrirgefninga þáttur í hana, svona stór þakklætisþáttur. Einmitt. Við höldum með þér í kosningunum og við erum þakklátt að þú leiðir okkur. Takk fyrir. Þá gerir innilega vel heldur. Takk.